Já, komið sæl, það sunnudagur og þá sýnir Egils. Það verður örugglega skemmtilegur þáttur í dag miðað við hverjir gestir okkar eru. Það Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir leikona, Ögmundur Jónasson, fyrrverandi þingmaður og ráðherra og Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar og hann á leiðinni til okkar. Þá byrjum við í pólitíkinni. Ögmundur, þú sagðir einu sinni þinn gamla flokk Vinstri græn að þau ættu bara að heita hreyfingin framboð, þau væru hvorki Vinstri né græn. En nú hafið eitt að vera græn, þá ekki laufi fallið að þeim og... Já, ég skrifaði nú líka grein daginn VFG og nauðsyn þess að vinstri menn almennt færu í svona svolítla naflaskoðun og þá ekki síst á flokkur, menn hafa talað það að það hefði farið illa með Vinstri hreyfinguna grænt framboð að starfa með Sjálfstæðisflokknum. Ég segi í þessari grein að það sé mikil einföldun þó að þetta sé alveg rétt að það hafi farið illa með flokkinn að starfa með Sjálfstæðisflokknum en menn verður að horfa líka í hvað flokkurinn gerði sjálfur ótilneyddur, hvaða stefnu hann hefur framfylgt ótilneyddur og þá hef ég talið upp ýmis mál, ég hef talið upp afstöðuna til í utanríkismálum, til einkavæðingar, ég nefndi lagareldis frumvarpið sem dæmi kvótavæðingu og að greiða götu einkaframtaks í þessu tilviki norrænna fjárfesta og síðan grásleppan sem kom nú undir þinglok að kvótafesta hana. Ég lagði til í þessari grein að stjórnarsamstarfinu yrði slitið hið bráðasta. Menn hentu þessu lagareldis frumvarpi, reyndi ekki að lappa upp á það, bara hentu því. Menn boðuðu til fréttamannafundar í snarhasti og skýrðu frá því að hér eftir yrði ekki tekið við boðvaldi frá NATO. Við ætlum að fylgja sjálfstæðri stefnu Íslendingar og tala máli friðar en ekki stríðs. Og ég svona fór yfir sviðið að þessu leyti og svo beindi ég að því við nú stættir hér eða stödd hér í samstöðunni, þá lagði ég til að vinstri menn eða félagslega þenkjandi fólk almennt að það skoðaði sína stöðu vegna þess að kjósendur eiga ekki heldur að vera lausir allra mála. Þetta ekki bara stjórnmálaflokka, kjósendur líka. Og ég sagði nú bara byrja á því að sameinast umræðu vettvanginn. Og hver sá umræðu vettvangur? Já, við erum stödd það núna. Við erum stödd í samstöðunni sem að hefur opnað fyrir umræðu félagsleg málefni. Það hafa reyndar allir verið velkomnir hefur mér sýnst í ykkar stúdíó, svona öll sjónarmið mega heyrast þar, en fyrst og fremst kannski félagsleg sjónarmið og ég held við að byrja á þessu, að efla umræðu okkar í milli, hvernig við getum snúið þessari sem verður ekki kallað annað en öfugþróun á vettvangi stjórnmálanna við. Já, ég held að það sé kannski bara stærsta gjöfin sem samstöðun að gefa samfélaginu núna, að fólk getist tekist á hluti án þess að móðgast. Að það megi ræða og skiptast á skoðunum og vera ósammála. Og það sé allt í lagi, þó við séum ósammála. Því að aðeins þannig getum við talað saman, því að þessi móðgun við verðum að fara að láta af þessari móðgunagirni hvert við annað, en það sko beinn ásetningur að halda okkur í stríðandi fylkingum svo við getum ekki komist að samkomulagi. En að því ég með því hérna, það verði svo forvitin. Sko, það sem að ég hef verið að reyna að átta mig á í gegnum tíðina með VFG, sko hvernig, að því að sko þeir sem að til dæmis treystu VFG í þessari ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum voru alltaf að halda því fram að VFG sko hefði töglin á haldirnar, hefði stjórnina. Það væri svo mikilvægt að þeir væri stjórn með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki vegna þess að raunverulega væri VFG að stjórna og þessu finnst mér VFG-liðar sem fer nú óðum fækkandi í veröldinni hafa trúað og ég skil ekki af hverju, ég skil ekki hvernig þeir sjá, hvernig svo
heimsmynd verður einhvern veginn sönn í þeirra huga. Getur þú hjálpað mér með það? Já, ég get farið í söguna Já. og hort til þess sem að hendi Alþýðuflokkinn á sínum tíma, sem að hendi Framsóknarflokkinn líka, að þegar að menn leggjast til hvílu með ísbirni, þá endar það alltaf illa. Hann étur þig á endanum. Vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn, og það ekki að dæma alla þá einstaklingar sem þær eru innan borðs, en Sjálfstæðisflokkurinn hagsmunabandalag fjármála aflana í landinu, fyrst og fremst. Þessu öfl að finna í fleiri flokkum, að sönnu, vissulega. En þetta fyrst og fremst hagsmunaafl þeirra á hinum pólitíska vettvangi. Og fari stjórnmálaflokkar sem að vilja vera til vinstri í slíkt samstarf, þá endar það alltaf illa, það hefur alltaf gert það. Alþýðuflokkurinn var komið niður undir, ég man ekki hvað, það var að tala Pilsner, fylgi var þetta og Framsókn var orðin sundurtætt, fullkomlega sundurtætt eftir samstarfið við Sjálfstæðisflokkinn, núna síðast. Og síðan það VFG sem var komið niður í rúm 3% fylgi. Þannig að þetta hefur alltaf farið illa að geta haft einhver áhrif. Ég sannast trú ekki á það, að það hefur gerst, vegna þess að það sem skiptir máli, og ég tel að stjórnmálinn snúist það hvernig þjóðfélagið hugsar, hvaða leyfir stjórnmálunum að gera og framkvæma. Það þetta sem að skiptir höfuðmáli. Og ef þú slekkur á þinni rödd, ef þú slekkur á allri róttækni í umræðunni, ef þú heyrir aldrei gagnrýni á hernaðarbandalagi NATO, ef þú slekkur á umræðu markaðsvæðingu raforkunar úr þessari átt, þá gerist eitthvað, þá breytist eitthvað í þjóðfélaginu. Og það það sem að hefur gerst á undanförnum 7 árum, að það breytist eitthvað í þjóðfélaginu. Menn gera nefnilega rangt í því að einblína bara á stjórnarráðu eða alþingi. Menn verða að horfa yfir hið víða svið samfélagsins og það þarna sem að breytingarnar hafa átt sér stað. Já, og líka kannski, og verða þegar að menn fara inn í svona samstarf. Já, og líka kannski, ég meina, Bandaríkin eru rekin eins og fyrirtæki. Og það dálítið það sem hefur gerst hérna kannski á þessum síðustu 8 árum, að það farið að reka samfélag, íslenskt samfélag eins og fyrirtæki. Og Bandaríkin hafa alltaf verið rekin eins og bara corporation. Og svo smitun hefur átt sér stað á Íslandi líka. Og það þýðir það að við, öll borgararnir í landinu, við erum varningur líka. Eða einhvers konar eign sem hægt að græða á og láta líka vinna fyrir sig, sko. Og það einhvern veginn sú hugsun sem átt sér stað hérna og svona mjög mikil ómennskun. Smári, en hérna þau tala svona samræðu svona vinstri sinnas fólks. Hvað heldur með sósíalistaflokkin? Ég bara ekki saman að þessu. Að svik VFG við kjósendur sína sé einhver byrði sem allir sósíalistar að vinstri menn eiga að bera því að þau ekki staðið sér nógu vel. Þetta bara forysta í flokki sem að sveik kjósendur sína. En það kannski ekki endilega undir nafni vinstri hérna, hvort það sé að finna vinstri sína. Nei, ég bara svara því sem að Hugmundur að segja, að þetta sé einhvern veginn svona kollektív ábyrgð sem að við verðum að axla. Ég ber enga ábyrgð á ríkisstjórnarsamstarfi VFG og Samfylkingarinnar. Nei, og Sjálfstæðisflokksins. Nei, ég ber enga ábyrgð, ég heldur og kaus aldrei VFG. Og það á við marga. Það er margir sem að yfirgáfu flokkinn, það eru margir sem hafa bara staðið sér mjög vel í viðbröðum við þessu. Afleiðingarnar eru hins vegar mjög alvarlegar. Það er mjög alvarlegar þegar VFG Það losar því samt ekkert undan þeirri ábyrgð og við þurfum samt sem að halda áfram, einhvern veginn að byggja betra samfélag. Jú, við reyndum að dunda okkur einhvern veginn við það. Já. En það er glæpurinn þeirra sem að gengu inn í þetta stjórnarsamstarf og ég meina Drífa var hérna daginn og var að segja að það hefði ekki bara eyðilagt VFG, heldur bara eyðilagt vinstrið. Þetta var mjög alvarleg aðgerð og mér finnst aðgerðin sú að flokkur sem á að berjast fyrir einhverjum öðrum valkosti heldur því samfélagi sem að hér hefur verið byggt upp undir leiðsögn Sjálfstæðisflokksins. Að hann segir, nei, við skulum ekki berjast fyrir því. Við skulum bara berjast fyrir að lagfæra aðeins það sem að Sjálfstæðisflokkurinn með.
Mér finnst þetta bara á ekki að vera valkostur. Þú veist, það á ekki að vera valkostur fyrir róttakan sósíalíska flokk að taka þátt í því að viðhalda samfélaginu og óréttlætinu sem hann að berjast gegn. Þetta bara galin hugmynd. Já. Mitt að koma inn eins og einhver lögregla á Sjálfstæðisflokki. Eins og markmiðið sé að milda hjarta Bjarna Benediktssonar. Já, markmiðið að laga Íslands samfélag. Og ein leiðin til þess að laga Íslands samfélag að hafa Bjarna Benediktsson og Valhöll ekki við stjórnvölum. Já. Ein af leikir sem horfum fram á þessu öllu saman það að Bjarni Benediktsson, sennilega óvinsælasti stjórnmálamaður síðustu ára. Skiljanlega. Já, hann er forsætisráðherra. Það er eiginlega afleiðingin hann gegn því sem almenningur helst vill. Allir hann hafði hvatt Katrínu til forsetaframboðs til að hann fengi þetta? Nei, held ekki. Ég reyna að skilja hvað það er að fara vegna þess að ég sé ekki alveg hvar við erum ósammála. Ég hef nú ekki verið sérstaklega þögull þessi ár, alls ekki, því að tala þessa kollektífu ábyrðin á þingi sem að skiptir mjög miklu máli. Þegar það til dæmis gerist núna á vordögum að ákveðið að halda áfram að kaupa vopn til að drepa fólk í Úkraínu, að það frumvarp eða svo þingsályktun sem þetta er samþykkt samkvæmt fer ekki einu sinni til umsagnar vegna þess að á þinginu er engin sem gerir kröfu að slíkt verði gert. Engin. Nei. Og engin umræða í samfélaginu þetta nema helst hér við Rauðabrauð. Og það er þetta sem ég er að segja. Að inn á Alþingi var engin slík umræða. Þegar að rætt var markaðsvæðingu orkunnar, það voru miðflokksmenn, það voru þingmenn úr flokki fólksins sem að andaði þessi, það voru ekki aðrir. Og þeir sem að gerðu það utan þings sem innan þessi fáu, þeir voru kallaðir fábjánar og vissu ekkert hvað þeir var að segja, það var bara svona afgreitt allt þetta. Og ég held að við séum alveg sammála Gunnar Smári að þegar að þessi umræða öll, þessi gagnrýna umræða gegn kerfinu og gegn ranglæti þess, þegar að hún þagnar í opinbera Íslandi, þegar hún þagnar inn á Alþingi, þegar hún þagnar í stjórnmálaflokkunum, að þá gerist eitthvað. Og í fjölmiðlum þagnar líka í fjölmiðlum. Hún hefur verið þöggus. Það smittar út í samfélagi og þess vegna segir... Hún hefur verið þöggus. Já. Ég veit það. En það er þess vegna í þessu samhengi sem ég er að mæra þitt framtak. Og það bara að taka því með. Ég var ekki andmæla því, ég var andmæla því að þetta var eitthvað kollektíft ábyrgð allra vinstrimanna að forysta VG hafi kosið þessa ríkisstjórn. Nei, en það er kollektíf ábyrgð allra vinstrimanna að þegja það sem er að gerast og það sem hefur gerst í allt og ríkum mæli er að fólk sem að hefur stutt svona vinstri stefnu að það hefur í allt og ríkum mæli þagnað vegna þess að það sem gerist með stjórnmálaflokka er nákvæmlega það sama og gerist með í trúarbrögðunum, söfnuðunum. Sko, þú bara ert í þínum söfnuði og hefur helst ekkert saman við aðra söfnuði að sælda. Þetta er bara svoleiðis. Og blessaður Grímur. Hér gengur Grímur Atlason í salinn. Vertu velkomin Grímur. Daginn. Við erum að tala íslensk stjórnmál og... Ég hlustaði. Já. Fólk er aldrei á seint hér til umröðu. Takk. Ég reyndar aldrei á seint. Þannig að þetta er eiginlega í fyrsta skýrt sem ég er á seint einhvers. Gott að það sé í beinni útsendingu. Það er allt í góðu lagi. Sko. Ég er bara að segja nákvæmlega saman. Ég er búin að segja núna í 7 ár held ég. Og að það sem að þurfa að gerast er að félagslega sinnað fólk, það þarf að taka höndum saman, horfa inn á við og út á við og reyna að snúa við þessari öfugþróun sem að... Ég ætla að reyna að útskýra það sem ég var að meina. Ég er ekki saman á því að það sé einhvern veginn sameiginleg ábyrgð vinstrafólks á þessari ákvörðun eða þessum leifum sem að VG er í dag. Og það þurfum við einhvern veginn að taka það með í einhverju uppgjörum það hvernig við ætlum að vinna hugsjónum okkar uppgang í samfélaginu eins og þér. Þetta er bara einhver klessa sem er annað sem við getum alveg bara yfirgefið. Það er ekki að tala um það að þið þurfum að taka ábyrgðin, heldur hvort þið viljið vera með í einhverju sem á að breyta, með fólki úr annars stað frá, ég skilda þannig. Með fólki úr VG sem að tóku þessu ákvörðun? Nei, þau kom ekki þessi sem að tóku ákvörðuna, ég ert ekki bara með almenni félagsmaður.
Ég bara að tala samfélagið almennt. Já. Svona, Nei, ég held að það sé fyrst fullreynt, ég held að niðurstaðan sé svo að á þessum 8 árum þá er það fullreynt að allt samfélagi sé meðvirkni að reyna að laga siðblindingja. Já, nú erum við bara hætt því og nú þurfum við að finna einhverja aðra leiðir til þess að búa til betra samfélag saman. Við erum að ræða hvernig samfélag við viljum og fara að vinna að því. Já. Grímur, þú nú gengið til vinstri þitt líf, bæði VG og Samfylkingu. Ef að Samfylking hvað? Hún Miðflokkur? Ég veit ekki hvað hún en ég reyndar aldrei verið í stjórnmálaflokki eins og í val. Því miður, þá losnaði ekki við að vera í val. Því miður? Já, nei, bara þannig, það bara svoleiðis. Þá maður bara valsari. Ég hef aldrei verið ég heyrði að Steina var að segja hún aldrei kosið VG og bæri ekki ábyrgð á því og ég því miður kaus VG. Það er dálítið langt síðan en ég kaus VG og við Ögmundur vorum þar félagar og þá var nú flokkurinn aðeins öðruvísi, það var aðeins öðruvísi pælingar, finnst mér allavega, en hins vegar að þá greining ykkar kannski á þessu flokki svona, hún er svolítið rétt og það er svolítið sorglegt að hugsa til þess, af því það var margt fólk þarna inni sem var bara á allt annari, var bara, þú veist, það horfði bara á lífið svona með svona ákveðnum svona félagshyggju réttlætis augum og síðan að þessi niðurstaða sem að við erum að horfa upp á, hún var auðvitað fyrirséð einhver leyti en það er alveg líka rétt að alveg eins og Ögmundur var að benda á að það eru svona að það er engar raddinn og þingi sem að koma þegar hlutir fara þar í gegn sem eru bara frekar alvarlegir að þú veist, það skuli ekki einhver sanda nei, þetta er ekki, þú veist, ég er ekki hrifinn af þessu þó maður sé bara einn að segja það segja það enginn og það er auðvitað það sem að þegar þú talar Samfylkinguna hún ákvað að breyta og er aldeilis að græða á því að breyta og breytast bara í það að vera nær þessu byggsi sem er allt orðið eins því miður. Já. Það er svona mín upplifun á pólitík. Ég held að það sé alveg rétt hjá Grími að vinstrihreyfingin Grænt framboð var vinstrihreyfing Grænt framboð var það og hafði gríðarlega áhrif sem slík og bæði á sviði umhverfismála, í umræðum umhverfismál, jafnréttismál, félagsleg mál, utanríkismál hafði áhrif út í þjóðfélagi og innan þingsins mjög mikil og ekki bara svona innan einhvers lítils hóps heldur í öllum flokkum á alla umræðu í þjóðfélaginu og það er þetta sem að síðan breytist og það er þessu sem ég er að kalla eftir að við endurvekjum þetta og þá er ekki að horfa til flokka endilega í þröngum skilningi heldur bara í samfélaginu almennt og það er í þessum anda sem ég er að kalla eftir því að við styðjum og eflum umræðu vettvang þess efni. Mér fannst mjög fróðlegt að hlusta á þátt sem þú varst með daginn Gunnar Smári útvarp Rót sem var starfandi á 9. áratugnum, 85-7 held ég að vera eitthvað svoleiðis, 2-3 ár. Þar sem að bara var opnað á umræðu í samfélaginu öllu. Þarna voru pólitískir hópar, allt stafrófi var þar mætt og trúarhópar og áhugavennum mataræði og svo framvegis. Það var svona líka góð tónlist, rosa góð tónlist. Já, ég er ekki að kalla eftir þessu en þetta var svona einhver vísbending það sem að það er vísbending af þessu hér, það er til dæmis afstaða félag fanga er með þetta og svona ýmsir svona þetta er ekki allt saman svona dagskrár unnið efni frá samstöðunni sem er hérna. Nei, ég held að það sé bara mjög mikil svona eftirspurn eftir efni sem er ekki matreitt. Það er því nánast allt fréttaefni í heiminum er orðið mjög matreitt og náttúrulega öll sjónvarpsframleiðsla og allt það og ég held að fólki þyrsti einmitt í samræðufundi og þar sem að ekki er allt skipulegt og kjúrið að fyrirfram heldur þar sem við erum bara eins og fólk og við segjum einhverja vitleysu og getum tekið það tilbaka og allt hið mannlega, allir breyskleikin kemur fram eða bara það kemur heil manneskja fram, ekki bara einhver mynd af mannesku eða mynd af því sem hún er að hugsa að segja eins og kemur fram í fréttum heimsins. En ástæðan fyrir ég byrjaði þannig var svo ég ætlaði að bíða eftir, komum við elvist í pólitíkin aftur eftir. Ég beið eftir Grími því ég vissum hann vill vera með í. Það er Julian Assange og frelsi hans.
Já. Er það ekki? Jú, Mér finnst ég þú vil þannig maður, vera inn í því. Það er náttúrulega mikið fagnaðar efni en kannski líka svona, þetta er allt svo, allur þessi farsi, hvernig í rauninni, þú veist að það er hérna, já, þú segist vera sekur og þá ertu frjáls. Og þá því að þú veist, það vita allir að hérna hvað þú gerðir, að það var að upplýsa hluti sem að við kannski bara þurftum að fá að vita og áttum að fá að vita og það er sekt þín, en þú getur ekki verið frjáls fyrir þú segir að við höfum haft rétt fyrir okkur, sem er auðvitað, þetta er alveg rosalega skrítið og kannski, og í rauninni fannst mér það, í rauninni bara líka það í rauninni það að þetta komið frá Bandaríkjunum og síðan bara daginn eftir eða 2 dögum síðar að þá er þessi umræðu þáttur þarna þar sem þeir koma 2 saman, þessi menn sem eiga að leiða þessi frjálsu Bandaríki og hérna og bara hvað þetta er í rauninni mikill farsi og hryllilegu farsi og alvarlegur og hræðilegur af því að þú veist þetta fólk er náttúrulega, þú veist, og við erum að tala pólitík hérna, þessi pólitík sko, hvað er þetta? Þú veist, hvaða fólk er þetta? En nákvæmlega það að hann þurfa að játa á sig glæp, það er bara svona parturinn af leiknum sem er í gangi, að við eigum alltaf að vera gleypa það að ránt sé rétt og rétt sé ránt. Og þetta er bara, sko, þetta er aðgerð, þetta er alheims aðgerð að reyna að villa í okkur sko áttavitan sem er inn í okkur, það sér allur heimurinn, þetta er fáránlegt að maðurinn þurfa að játa á sig glæp. Það sjá þetta allir. Þetta er svona, hann þarf að kaupa samt frelsi sitt þessu dýra verði. Já, akkurat og þurfti að kaupa undir sig einkaþotu til að komast út úr landinu. Það var einn af skilmannunum líka sem var náttúrulega alveg bara róblegt sko. Og hann átti píntað til þess að játa og þar með þessi játning algjörlega marklaus. Já, ég eiginlega vil ekki kalla þetta játningu. Ég skrifaði pínlítinn pistil og setti játningu í gæsalappir vegna þess að það sem að hann segir að gengst við. Þetta var slyngt svar. Þetta var slyngt svar hjá honum. Já. Sko hann gengst við því að hafa tekið upplýsingar sem voru það sem Amerikanar kalla classified, sem sagt leyndarskjöl, óskaði eftir því að fá þær í hendur, þessar upplýsingar og þessi skjöl, komið maður framfæri við fjölmiðla. Hann hefur alltaf gengist við þessu. Þetta er ekkit nýtt. Hann hefur alltaf sagt þetta. Það sem að þeir hanga síðan í kannarnir, það er að þar með hafi hann játað sekt sína. Þetta er bara form. Þetta snerist aldrei neitt fyrir dómstólum. Þetta snerist pólitík í heiminum og þeir gátu ekki annað. Slík var mótmæla aldans í risið hafði allan heim. Þeir gátu ekki hangið á þessu lengur. Þeir voru búin að halda honum í fangelsi í 5 ár án dómstólaga og náttúrulega lengur því hann var í stofufangelsi áður, var í Ekvador sendiráðinu í fjölda ára líka frá 2012 og áður í stofufangelsi líka þegar beðið var eftir því hvort að legavegurinn frá Svíþjóð gengi upp þar sem diktað var upp nauðgunar ásökunum. Aldrei dæmdur, kom aldrei finningar ásakanir, það kom aldrei neinar ákæru fram. Allt bara í loftinu einhvers staðar. Og þetta var svona hinn vestræni NATO-heimur sem að tók allur þátt í þessu nánast og það er hann sem að beið síðan ósigur. Siðferðilegt skipbrot hans, Julian Assange er bara talandi dæmi sigurinn, hann gengur frjáls núna og síðan er hann að þakka núna Antoni Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, eflaust, hann hafi átt einhverjum viðræðum við Biden og félaga þarna í Ameríku sem er opna herstöður í Ástralíu. Þetta hangir nú allt svona í einhverjum svona hagsmuna samböndum. En Ástralir eru á sama tíma og þeir gera spjargvættir þarna. Þar eru að dæma McBride, uppljóstrara í fangelsi fyrir mjög svipaða sætir. Þannig að heimurinn er bara alveg á fullu áfram en þeir töpuðu þessu máli. Wikileaks vann þetta máli. En Smári, áhrif á blaðamennsku í heiminum? Ég held að það sé bara, er ekki öllum ljóst að það hafa verið hryllileg og bara virka ágætlega að þakka niður í blaðamönnum. Fólk hugsar sinn gang áður en það leggur í svona leiðangur þar sem að geti setið inn í fangelsi í 15 ár og látið stjórnvöldi á vesturvöldum eyðileggja líf sitt. Það er bara þannig.
Við leitum okkur ekki segjast á pressinni gömlu dag þegar kom stefnumvottur einu sinni í viku með... Jú, en við var ekki þannig að við varum sett í sko, gæsluvarðhaldsfangilsi í 7 ár, það geta líka því saman, sko. En samt var það dreitandi. Já, það hafði áhrif og við vitum það alveg að bara okkar kynslu blaðamanna að þetta hafði áhrif á marga, fólk bara veigraði sig við að standa í þessu. Og að því ég ætla aðeins að tengja þetta saman sem við vorum að tala um áðan, valkostur okkar er að byggja upp valkost á móti í þessu samfélagi sem við lifum í þessum heimi sem er að kalla yfir okkur ófrið og stríð, linnulausa kúgun og ofbeldi stjórnvalda sem er að reyna að þagga niður alla andstöðu við sig. Það er eina leiðin okkur að búa til raunverulegan valkost á móti þessu. Allar hugmyndir að fara þarna inn og ætla að vera okkur NATO-fundum og tala fyrir kvenfrelsina NATO og eitthvað fleira. Það er það sem ætlum að draga lærdóminn af leið VG. Þessi leið er ekki bara ófær, hún er skaðleg og við erum að hætta þessu. Þannig að nú verður vinstrið ef að má finna það. Það er ekki sjálf hætt með vinstri græni. Já, það verður að ná saman í samfélaginu þeim sem að vilja samfélag friðar, mannúðar, jöfnuðar. Því að hitt er sem er keyrt áfram náttúrulega fyrst og fremst af bara forríku fólki, hergagnaiðnaðinum í Bandaríkjunum og fleira. Það er það sem Julian Assange var að glíma við. Við eigum auðvitað bara öll að mæta niður á Alþingi og mæta þar í vinnunarmótnana, bara öll þjóðin. Láta bara eins og þetta þinga, það sé enginn að vinna þar og við séum að vinna þar. Og þetta er bæði mikilvægt og þetta er áríðandi. Já, það finnum ykkur að leiða þessu. Allt þetta tal að nei, við lifum á besta stað í heiminum, á besta tíma í heiminum og það þarf nú bara smá snurfus og hefur þú ekki ágætt, Steina mín? Og eitthvað svona hugmyndir sem eru gegnumgangandi bæði í VG og í Samfylkingunni og fleiri flokkum sem eiga rætur sinni í einhverjum umbótarhreyfingum. Við verðum einhvern að rífa okkur upp úr þessu. En áður við hverfum frá þessu Assange-máli. Varst þú ekki stoppaður í að segja frá þessu á Facebook? Ég skrifaði grein í Mokkan sem birtist í gærmorgun og í Helgarblaði Morgunblaðsins sem heitir Wikileaks One. Og þar rek ég þetta mál og svo gerði ég það stundum og alltaf veila að ég set svona slóð á þessar greinar yfir á Facebook-síðum og ef þú ferði inn á Facebook-síðu Ögmundur Jónassonar og slærðu upp þessari grein þá kemur skilti sem segir aðgangur að þessu bannaður. Hvað er þetta að segja? Og svo setti ég inn aftur í gærkvöldið þegar ég sá þetta þá setti ég inn færslu sem segir bannað að ræða bann eitthvað í þessu áttina og þá kom bara strax á móti þetta hefur verið fjarlægt. Hvað er þetta? Já, ég getur bara að sé þetta og þetta er þá fær maður að hugsa hvað þetta er allt viðkvæmt og hvað er mikilvægt að við stöndum vörð bara þennan grunn að geta að tala saman. Það er verið að taka hann af okkur. Tjáningafrelsi? Já, þetta er verið að skerða tjáningafrelsi. Það er skert með því að þú heldur úr sért með tjáningafrelsi og það er þetta, þú heldur að samfélagsmiðlarnir séu þinn gluggi að öllu og þú munir geta tjáði allt og það er ekki, það er því miður og við erum auðvitað, og það er merkilegt að svona samfélagsmiðlar ef við förum og skoðum þá að þegar ég var lítill að þá kom Ruth Reginalds og söng það er algjör vitleysa að reykja og það var byrjaði mjög hörð barátta gegn því að ég mætti reykja sem er kannski alveg eðlilegt, það hættulegt að reykja en í dag þá finnst mér merkilegt að í rauninni ef maður er lítið barn, 8 ára barn þá er þessi betra að þetta barn fái kartón og kamel heldur en snjallsíma af því að það sem gerist í þessum algoritma og þessum heimi og það sem er við að gera og leika með okkur að það er stórkostlegt. Ég hljóð með svo samsæriskenning en það er bara þannig. Þú ert bara, þetta er náttúrulega bara, augljós dæmi að fara að segja Wikileaks á Facebook og eitthvað og vera að halda einhverju samsæris tvaðir það, svona er bara litið á mann. Þetta er auðvitað bara alvarlegt mál og því við höldum öll að við séum með Facebook hefur stoppað dreifingu frá okkur á samstöðinni, þannig að ég sé ekki að það hafi verið ástæðan fyrir að við förum bara og leitum okkur að einhverjum öðrum vettvangin á YouTube og hlaðvarpsveitur, útvarp og sjónvarpi vegna þess að það er ekki hægt að lifa inn í Facebook og alltaf halda það sem er í frjálsum samskiptum við annað fólk. Þetta er kvótað þættinum okkar. Já, hann var drepinn. Af því hann fór á svo mikið flug að þá var hann bara drepinn. Ég maður núna síðunni minni og loka fyrir nokkrum árum. Ég þurfti að opna nýja.
Já, þetta hakkað í döðlur og ef þú gerir eitthvað, þú veist, það því miður, þú veist, þess vegna þetta að skrifa sendibréf það öruggasta bara. Þetta ætti náttúrulega að vera opinber vettvangur. Samfélagsmiðlarnir ætti að vera bara opinber veituvettvangur, svipað og bara gagnaveita eða hitaveita eða rafmagnsveita eða peningaveita. Þetta átti ekki verið höndunum á einhverjum Zuckerberg. Nei, þarna, þú ert búin að búa til bara það bara nýjir grilljarðar, það bara þannig, og nýjir Murdochar og þeir koma þarna inn og þannig stýrir. Það bara eins og ég sagði hann, heimurinn rekinn eins og fyrirtæki. Við erum bara... Þú líka sjá hvernig þau virka. Ég ætla ekki að segja að það hafi verið endilega neikvætt, en Halla Tómasdóttir og með 4% fylgi í byrjun maí, hún bara nýtti sér afl í rauninni aðalega TikTok, sko, sem að gerði það verkum að hún opnaðist bara og varð bara allt fólk sem að vera yngri en 22 ára. Ég svo ánægð með hana sem forseta og ég líka, mér finnst þetta bara frábært. Og ég verð að segja, og ég svo ánægð með hana vegna þess að hún á sig sjálf. Já. Og það það sem pirrar svo marga fjármagnseigendur í Íslandi, það nákvæmlega það að það hefur enginn á Íslandi gert þessa konu ríka. Og það það sem skiptir miklu máli. Þess vegna hef ég dálítið traust til hennar. Og það líka dálítið það uppkvitaði ég með hann ágæta Ástór Magnússon, að hann hefur aldrei notið sammælis hér vegna þess að það hefur enginn á Íslandi gert hann ríkan. Og þá fyrir þetta fólki taugarnar á vinstra fólki, því það einhvern veginn skammarlegt að vera ríkur hjá mörgu vinstra fólki, en hægra fólk þolir ekki ríkt fólk ef það hefur ekki gert það ríkt. Þetta mjög sérkennilegt. Það kom út úr já, það er ekki hægt að stjórna þér, sko. Ef ég hef ekki mulið undir þig, sko, þá ertu frjáls maður. Það er vandamálið, það skuldar og ekkert. En svo eru forstjórarnir í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa, Bandaríkjunum og Breitlandi. Já. Þeir eru nú ekki beint traustvekjandi. Nei, það er aldeilis kostningar framöndan. Nákvæmlega. Sem að komast til valda núna í Breitlandi, að öllunni 4. júlí. Hann var einn aðaleikarinn í þessu Julian Assange-máli. Hann var ríkissaksóknari Bretlands. Já. Það var hann sem var í samstarfi við Svíana að reyna að fá Julian Assange framseldan til Svíþjóðar vegna þess að það ætluður að nota tækifærið og skutla honum yfir til Bandaríkjanna. Já, ég alveg sammálaður, Smári, að Assange hafi raunverulega verið notaður sem svona böðull og alla blaðamenn heimsins í allan hennan tíma til þess að vega tjáningafrelsinu, til að vega að frelsi fjölmiðla í heiminum. Enda höfum við orðið vör við það að nú eru stærstu fjölmiðlar heims, þeir eru bara í eigu fjármagnseigenda og allar fréttir sem við fáum, ég meina New York Times og Guardian og öll þessi fínu blöð, þau eru alltaf verða uppvís að því að vera bara stunda bara mjög óheiðarlega fréttamennsku. Þegar á reynir að þá kemur í ljós hverjum þeir eru að þjóna. Þegar þá er bara að þjóna auðvöldinu. Þeir bara hafa ekki bólmagni og þeir leita í peningin og svo eignast peningurinn. Það er bara þannig sem nákvæmlega. Þess vegna er það mikilvægt fyrir okkur hín að búa til okkar eigin vettvang. Svo ég takki nú aðeins undir með hugmyndi. En ég meina það áviðum eiginlega allt, sko. Því að við getum ekki lifað á vettfangi, sko, borgarastéttarinnar eins og menn tóku fyrir 100 árum, að þá voru menn í þessum, við þurfum að berjast fyrir nýju samfélagi. Við verðum að losna út úr samfélagi þessum að borgarastéttir ræður bara öllu. Og þeir gerðu það með því að stofna eigin verkalýðsfélög, eigin stjórnmálaflokk, eigin fjölmiðla, þeir stofnuðu alþýðuhús, vegna að þú getur ekki gert þetta inn á vettfangi hinna. Þú getur ekki gert þetta allt í eitthvað svona leiguhúsnæði hjá auðvaldinu eða notum Facebook, því að þegar á reynir, þá er þetta bara að tekja af þér. Nákvæmlega, þetta gerist alls það eins, þetta gerist líka svona í listheiminum, það verður svona ákveðin úrkynjun og þá bara byrjar grasrótin ykkur og það verður auðvitað alltaf það sem skiptir mestu máli, skilurðu, þegar einhvern veginn úrkynjun er orðin þannig að einhvern veginn enginn getur raunverulega hugsað sér að taka þátt í því, sko. Og þetta er nú kannski að gerast svolítið núna í Evrópu og Bandaríkjunum, að það er að vakna ýmislegt upp umræða, gagnrýnin, vitiborin umræða, sem er bara á allt öðru plani en þessi meginströms umræða í bandarískum fjölmiðlum. Ég fylgdist aðeins með því fylgdist til dæmis, fylgdist maður ekki með því, ég fór einu sinni inn á þessa umfjöllun Trump, þar sem að var að slást við þessa stúlku sem að síðast hafa verið í slagtói með honum hvað heitur hún þurr? Og svo var verið, ég man það ekki Stormy Daniels svo var kallaði til sálfræðingur, prófessor virtan háskóla og þar var aðal umræðu efnið úr réttarhöldunum hvers vegna var
Donald Trump alltaf að dotta í réttarsal? Er þetta hár aldur eða hvað er hann að sýna réttinum óvirðingu? En það sem meira var, svo sagði reporter voðalega æstur, svo voru fréttir það líka að hann hefði leyst vind. But that has not been confirmed. Það hefur ekki fengið staðfæst. Já, það hefði alltaf verið staðfæsting og ég var í manneskja. Hvert er vel að komin? Og ég áttaði mig á því náttúrulega því ég sá þá félag að eigast við í sjónvarssal núna daginn. Þá sá ég hvert vorum komin, sko. Þá sá maður það. Já, en Smári, þú ert að tala... Þetta er mjög alvarleg staða sem við erum í, að við getum ekki haldið upp umræðu í samfélaginu. Nei. Nema hvort að Trump prumpaði ekki. Já, en ég held að við verðum að leggja af alla merkimiða og þess vegna held ég að við höfum að hætta að tala um vinstri og hægri, ég held að við að tala um bara mannkynnið gagnvart fjármagnseigendum. Það er bara þannig. Það er vinstri og hægri, sko. Nei, það er ekkert vinstri, nei, það er bara mannkynið gegn fjármagnseigendum vegna þess að það er miklu meira heldur en bara, það er ekki bara eitthvað vinstri hugsun, bara fólk þarf, við viljum bara það sem að fólk vill á jörðinni er bara að fá að búa einhvers staðar og fá að lifa og það er bara orðið mjög erfitt að fá að bara vera manneskja og það er bara alltaf verið að afmennska okkur með því að gera alls konar hluti sem að stríða gegn betri vitund okkar alla og fá okkur til að samþykja það að það sé rétt og það finnst mér vera stóri glæpurinn gagnvart mannkynnu að vera einhvern veginn að taka frá okkur þá eiginleika sem eru manneskjunni bara er ásinn inn í okkur að þykja vænt hvert annað, þurfa hvort öðru að halda, vilja hjálpast að, það er verið að reyna að drepa það í okkur með endalausum merkimiðum, aðgreiningum, hópamyndunum og etja okkur innbyrðis á móti hvert öðru og þetta verður að hætta, þetta er bara mannkynnið gegn örfáa fólki sem vil eiga allt og ráða og gera mannkynið að þrælum og við verðum að hugsa það þannig vegna þess að ef þú segir vinstri og ef þú segir sósíalisti þá því miður er fólk svo brennt af umræðunum labeling að það verður rætt það þorir ekki inn Akkur heldur það sé? Það er vegna þess að við vegna þess að búið að kenna því að sé eitthvað ljótt að vera sósíalisti við erum fárandið bara orð Já, það er vegna þess að við erum inni í heimi hinna þar sem að sósíalismi er skammarorð og eigum við þá gangast við því að það sé þú ert að segja hérna við þurfum bara að berjast fyrir það sem við raunverulega þurfum hvernig búa sósíalistar til stefnuskrá sína það er svona, Steina mín, hvað vantar þig? Ódýrt húsnæði? Mér vantar hús Hærri laun? Aðgengja heilbrigðisþjónustu? Viltu hafa verið öruggum að börnin komist til mennta? Já, þetta er sósíalismi Nei, þetta er bara grunnkrafa Nærðu þú ekki sósíalismi svona? Nei, þetta er bara grunnkrafa allra manna, alls fólks í veröldinni. Að fá að búa einhvers staðar og geta séð sjálfum sér farborða. En ég held samt að ég tek undir með Steinu, það er alveg, þú veist, það þarf að horfast í augu við að þessi labeling og þetta í rauninni sósíalismi, það er nú alls konar sósíalistar sem hafa, svo kallaða sósíalistar sem hafa gert það verkum að þetta er líka skammariði og það flækir málið. Ég skil þig alveg, ég myndi segja að ég væri sósíalisti en Já, ég er auðvitað samkvæmt þinni skilgreiningu, þá er ég líka auðvitað sósíalisti en ég er að segja bara Þetta fattið allir stefnum Já, en fólk er rætt en líka, vegna þess að það er búið að þagga niður í mannkyninu svo lengi og bara það verður orðið mjög mikil þróun í því á Íslandi, bara einmitt á undanförnum 8 árum, meðan við vorum öll að fylgjast með meðvirkni VG með Sjálfstæðisflokknum og einhvern veginn ekki rætt að þá hefur verið tekin krafturinn frá fólkinu til að verja sig og það er það sem við þurfum að efla. Þú veist, bara að við þurfum að verja bara hjartað í okkur og bara mennskuna að þykja vænt hvort annað. Já, og ég var auðvitað löngu áður en þau fóru í samstæð með Sjálfstæðisflokknum búin að breytast mjög mikið og það var auðvitað svona deilur og vesen og og ekki Deilur eru bara fínar. Já, en ekki deilur nefnilega endilega sko málefnin, heldur meira manneskjur og annað og þetta var orðið svona því miður, svo stækkaði það og varð vinsælla og en það endaði svona þannig þetta er miklu eldri deila heldur en þetta fyrir 8 árum afki byrjaði fyrir miklu lengri tíma og ég hugsa að Ögmundur getur nú tekið undir það Ögmundur búin að gefa út bókum þetta? Já, mér finnst, þegar ég horfði svona tilbaka þá finnst mér svona VG hafa svona sett á sig alla merkimiðana sem það hélt að fólk myndi hrífast að. En það væri raunverulega engin innistæða fyrir því. Þetta væri bara eins og léleg auglýsing. Sko við ætlum að gera svona og allir bara já, auðvitað viljum við það því þetta hljómar svo manneskilega og gott en svo var ekkit Það enda nú reyndar í það skiptir máli hver stjórnar þannig þetta var eiginlega bara orðið ykkur foringjadýrkun
og svo náttúrulega bara í grunninn þegar að kerfið, þú veist, mannréttindi eru mannréttindi að því að við fæðumst með réttindi til þess að vera einhvern veginn og þegar kerfið er farið að skerða mannréttindi okkar eða veita okkur mannréttindi þá er þetta náttúrulega bara orðið algjört bull fyrir geði, sko. En núna fyrir þau sem sjá okkur ekki en að hlusta, þá eru gestir okkar Grímur Atlason, Ögmundur Jónasson og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Já, ég vil heita Ólína Steinunn í dag, bara ganni. Ætlar að heita það í dag? Já, bara Steinolía. Steinolía. En þá er því komið til skila. En þið töluðu áðan hérna forseta frambjóðundurnar í Bandaríkjunum. Hversu líklegt er að demókratar skiptu frambjóðanda eða geti það? Ögmundur. Þú byrjaði það fínt. Nei, ég heila bara mitt svar en ég veit það ekki og ég held að enginn viti það. Ég held hins vegar að ég held að margir muni vilja að gera þetta. Náttúrulega var harmleikur að fylgjast með þessum gamla manni þarna með opinn munnin að reyna að muna hvað hann ætti að segja og gerði það ekki og sagði okkur tókst á endanum að útrýma Medicare sko heilbrigðiskerfinu og það eru svona hlutir og síðan það átakanlegasta það var að demókratar daginn eftir efndu til fundar með flokksmönnum í Virginíu þar sem var fullur salur af svona æstu baráttu glöðu fólki eða þóttist vera það og þar var hann betur undirbúinn og betur að heimaviti en fólkið það rauf öðru hvoru ræðu hans með hrópum sem voru þessi 4 more years 4 ári viðbót og þá bara lömuðust allir nei Guðminn almáttugur allir að láta hann í 4 ári viðbót þetta svona virkaði eins og bara liðlugu brandari en svo var hinn kandidatinn náttúrulega svona alveg svona með sitt bros þarna og þetta er bara skelfilegt og lígar alveg á fælibandi já sko, botnlaus og sjálfshælni út í eitt já hann sagði einhvern daginn ég sá það á einum svona fundi hann sagði það hann var sakaður kvenfyrirlitningu hann sagði ég ætla að segja ykkur það að ef það er einn maður í öllum Bandaríkjunum sem að hefur sýnt konum virðingu eins og vera ber þá er það ég og ég held þetta sé náttúrulega bara alveg skelfilegt fyrir heiminn og fyrir Bandaríkjana að fá hann sem forseta hins vegar held ég að Biden og Blinken séu að mörguleiti miklu hættulegri heimsfriðnum heldur en Donald Trump hann er svakalegur þegar kemur að Gaza Trump, heyrðu það í þessum þætti, hann er það en hann vil stoppa Úkraínustríðin og láta menn setjast það niður ég held að Blinken og utanríkisráðherra og Biden séu miklu hættulegri þarna og það sem þeir eru að gera eins og pírómannar fara allan heim bara að kveikja elda það er önnur saga en fyrir svona félagslega réttindi í Bandaríkjunum að þá er náttúrulega alveg skelfur til að fá Donald Trump. Já, bara fyrir lýðræðið að bara heimurinn sé að horfa á þessa 2 menn og hugsa þetta eru stjórnmálin. Ég meina þetta er náttúrulega mjög til þess að fæla fólk frá. Þetta var náttúrulega bara alveg dabur. Þetta er bara eins og skemmtið þau eru hvað hétuðu kallarnir í prúðuleikunum Stadler og Adolf og Stadler eða hvað hétu þetta er eins og 2 brúður og ég tek undir með þér þetta er bara þú veist það að heimurinn hlæja mannir sem eru augljóslega komin með elliklöp þetta er bara þú veist ég og nú pappa sem fekk Alzheimer og það eigi að gera það einhvern nátt fyndið að heimurinn sé að horfa og fólk verslast upp í sjónvarpi þetta er náttúrulega líka bara verið að vega að því sem er rétt og rangt inn í okkur sko og Donald Trump er svona bully, hann er eineltisseggur og það er bara verið að viðurkenna það að það sé í lagi að koma þannig fram við annað fólk með því að hafa hann stöðu til sínis og þetta er bara allt kólrangt við þetta. En eitt langar mig til að nefna áður en við hverfum alveg frá þessar umræðu sem vorum með áðan hægri og vinstri. Vegna þess að ég held að sé til hægri og vinstri og eigi að vera til hægri og vinstri. Okay. Og það sem að ég er sammála sammála þér og ykkur báðum er að það er fámennisvald sem er að berjast gegn almanna vilja og við sjáum það bara og almanna heill kannski já, alveg, og við sjáum það bara í málum sem að ef að þjóðin hefur verið spurð kvótakerfið
hvernig ég reka heilbrigðisþjónustuna og svo framvegis, þá kemja niðurstaðan allt önnur en hún kemur út á Alþingi. Það er þannig. En almenni vilji hefur ekki farið saman við stjórnarvilja og næstum því óháð hverjir hafa sittið í stjórn. En og gamlir líka fyrirvari að gamlir frjálshyggjumenn, allt frá Adam Smith, vildu frjálsmarkaðskerfi og voru gegn einokunarism, einokun fjármagnsins. Það er alveg rétt. Og þarna eiga hægri menn og vinstri menn ákveðin samnefnar, ákveðina samsvörun. En engu að síður þá tekist á það í heiminum hvort að eigi að beita markaðsmekanisma á innviði samfélagsins, í heilbrigðiskerfinu, í menntakerfinu, í fjármálakerfinu, eða hvort við að fara aðrar leiðir. Eigum að reyna að búa til samfélagsbanka, eigum að reyna að ná niður vöxtun og svoleiðis. Ég sá að þú varst að skrifa það hérna, Grímur, ágætlega daginn og kallar á svona 2-3 þætti að taka umræðum það. En þetta eru ólík sjónarmið. En það sem hins vegar að gerast, og það held ég að skýri svolítið vaxandi vantrú á stjórnmálin. Það virðingarleysið og skortur á prinsippfestu. Hugsaðu ykkur Sjálfstæðisflokki núna sem að vill endilega koma brennlífin í búðir og það eru nokkrir menn sem að berjast fyrir þessu. Og þegar lögin henta ekki, þá þau bara brotin. Og þá þú með varðstöðumenn í stjórnarráðinu, ráðherra Sjálfstæðisflokksins sem passa upp á þig og leyfa þig bara að brjóta lögin og eyðileggja kerfin svoleiðis. Og þess vegna segi ég, til að ljúka þessu máli, ég held að sé tvímælalaust hægt að tala hægri og vinstri, sósíalisma og kapitalisma, tvímælalaust, við bara horfast í augu við það. En við eigum líka að stuðla að meiri prinsippfestu í pólitískri umræðu. Að það það sem að eyðileggja og grafa undan lýðræðinu. Já, Ísland ekki eins og einkafyrirtæki og í einkafyrirtæki þá þetta að fara á svig við fundagerðir. Þá eru lögin bara eins og fundagerðir en ekki lög. Og það gerist aftur og aftur í okkar samfélagi. Ég var búin að lofa því að taka þetta upp hanskan fyrir Kristján Loftsinni þó ég sé á móti hvalveiðum. Þá eru lög í landinu sem heimila hvalveiðar. Og þessna verður að breyta þeim lögum áður en að banna manninum að veiða hval. Það er enginn að reyna að hafa þetta af honum. Það eru hins vegar lög í landinu sem leyfa þetta. Og þá geta ráðherrar ekki, eins og ráðherrar þíns ágæta gamla flokks, hafa leikið núna endurtekið að vera að djöflast í manninum til þess að skapa sér vinsældir í staðinn fyrir að berjast fyrir því að lögum sé þá breytt eða hugur fylgdi máli. Og við verðum að fara að gera þá kröfu að Alþingi sé ekki bara einhver leikmynd. Við sjáum það með lagareldisfrumvarpi sem búið að vera í bígerð í langan tíma. Það skiptir það einhver máli hvort þetta verið samþykkt eða ekki samþykkt á þinginu. Það er búið að víla og díla með þetta allt saman og það er komið fram við þetta eins og þetta sé bara fundargerð í einkafyrirtæki. Og þessu verðum við að breyta. Við verðum að heimta að það sé, eins og þú segir, haldin einhver prinsipp og lögin okkar séu virt eða þá lögum sé breytt. Og ráðamenn okkar ekki að fara eftir lögum, hins vegar eigum við alltaf að fara eftir lögum þegar það hentar ráðamennum, sko. Ég vil taka aðeins hanskan upp fyrir VG þarna að því leiti að það voru önnur lög líka sem eru dýravelferðarlög og þau voru brotin. Það eru þetta, þau eru líka mikilvæg. En að sjálfsögðu var þetta pólitík og þetta var bara slæm og endaði mjög illa og bara, þetta mjög vont mál. En ég held að og það er alveg rétt að þetta svolítið, þú veist, það greinlega, þetta kannski eini staður en þessi VG hefur tekið þessa stöð. Þetta hefur ekki beinlínis verið þegar við erum að selja bankana og þetta, þá hafa lög verið sveigð ítrekkað í gegnum ár bara, þú veist, við þurfum ekki að fara lengur aftur, 2003 þegar við byrjuðum þessa hræðilegu 2002 og 2003, það sem það fór bara frjálshyggjan algjörlega offari og hér var bara, það voru sett lög og þeim var bara breytti mér á og annað til þess að ákveðni aðalega gætu eignast ákveðna hluti. Það er annað sem er líka kaldranalegt og mér finnst þegar þú talar hægri vinstri að það var alltaf svona heimdallur var svona djóka með skattleysisdaginn og svona sko. Að núna síðast 27. júní að þá kom viðskiptaráð og sagði nú dagurinn þar sem að þú hættir að
nú færðu launin þín útborguð. Þannig þú ert búin að vera hérna þessi 5 mánuði, tæplega 6 mánuði að borga laun, og Áslaug Arna tók þetta svona upp og var svona mjög ánægð með þetta, var að tala um þetta og mér fannst það svo ógulegt að ráðherra sem er í þessari ríkisstjórn einhvern veginn að segja okkur og aðalega tala við krakkana, sko, að því þannig er hennar samfélagsmiðlar, að segja þeim að samfélagið það er bara samfélagið þú ert í rauninni eina breytan, og það er bara eitthvað svona lið sem er alltaf að reyna að bögga þig, taka þig peningana þína sem þú átt, sem þú getur notað sjálfur til þess að fara til útlanda eða farað og keypti þér pítsu eða hvað sem er, en þeir vilja taka þetta frá þér til þess að setja þetta í ríkishítina sem er náttúrulega hræðileg og þetta er bara, þetta er búin að mantra og hún skulle vera komin þarna, þetta voru bara einhverju ungi strákar í jakkafötum sem höfðu þessi svona og svo fóru þeir og komist í flokkin og fóru þá aðeins svona skildu. Þetta er náttúrulega hlutið að heilaþvottunum að þú sért einn og þú að berjast og helst aldrei að gera neitt fyrir annað fólk á þess að fá borga fyrir það. Nei, og þetta er bara einhvern veginn að samfélagið og þetta er bara hræðilegt og það, en þetta gengur ekki vel hjá þeim að fylgi Sjálfstæðisflokksins á undir 30 er 11%. Já. Þannig að hún þarf að spýta í. En hún tók upp málefni Morgunblaðsins á ríkisstjórnarfundi þar sem að pappinnar er nú stjórnarformaður og eftir þess að netárás að þá var hún að fara fram á einhverja aðstoð við útgáfu Morgunblaðsins. Þetta var rætt í ríkisstjórn Íslands. Og alveg eins og tímunni með N4 þegar að Stefán Vagn formaður þá fjárlaganefndar var búin að samþykkja 100 milljónir til N4 á Akureyri. Svo kom í ljós að Stefán Vagn og eiginmaður framkvæmdastjórans eru bræður og þá var það stoppað í þinginu, þetta bara gekk ekki, þetta var komið á stað og hún tekur upp erindi Morgunblaðsins. Það var brotist hingað inn og tækju stólið og önnur eyðilögð. Það var löggar rétt netti að mæta, sko. Það var ekki litið á þess sem svona árás á lýðræðið eins og ég held að bara Sjálfstæðisflokkurinn hafi allir stíið upp að þetta veri árás á lýðræðið það sem að vera að kúa fé út á mókunum. En þegar að raunverulega reynir á að þá sér maður þessi öflöll koma upp á yfirborðið og þó að ég gagnrýni VG fyrir lingu í kvótamárunum til dæmis og miklu meira lingu að styrkja það kerfi bara beinlínis í sessi að þegar átti að svona kortleggja kross-eignatengsl og annars slíkt að þá varð Svandís Svavarsdóttir sem stóð fyrir því og vildi gera það í samráði og með aðstoð opinberra stofnana, ég held að vera fjármálaeftirlitið Samkeppniseftirlitið og hún varð fyrir bara einelti mánuðum saman fyrir hversu hrikalegt bara siðleysið væri að ætla að nota ríkisstofnanir til að afla upplýsinga sem var bara hið eðlilegasta mál í mínum huga sem ætti þetta að vera gert þegar kerfið skrifa og lögin eru skrifuð og þú mátt ekki eiga nema svona mikið að það megi ekki rannsaka það og það er þannig að bara verið alla tíð svo heitir það bara síldarvinnslan og samherji en í rauninni og þú veist. En við búum í svona eins og Steina var að segja, eða Ólína að hún var að segja að sko elita setur okkur reglur sem að við að fara eftir sem að hún fer ekki eftir. Þannig er bara velkomin til Íslands. Þannig að það eru settar reglur áfengissölu í búðum en ef einhver braskari vill selja áfengi í búðum þá kemst hann upp með það. Það eru settar reglur hámars hlutdeild í kvótanum en ef að brim eða samir er komin upp fyrir þá bara breytum við þessu. Já, ef það verður eitthvað gagnsæi gagnvart almenningi þá má það ekki vera til staðar en þá ætlum við eins og þessi mannréttindastofa þegar maður fer nú að lesa frumvarpið hana þá kemur fram í því stórkafli upplýsingaskyldu allra félaga sem að láta sér mannréttindi varða Rauði krossinn og þú veist bara allar þessar stofnanir sem að sjáum að sinna fólki í vanda verða að veita Alþingi allar upplýsingar
skilyrðislaust, hvers konar upplýsingar sem kunna vera til, bréflega með afrita símtöl, tölvupóst og svo framvegis. Þetta ekkit annað en njósni. Nú er það eðli hjálparstofnana að þær þurfa að hafa svigrúm til þess að geta varið mannréttindi fólks sem í viðkvæmri stöðu. En þarna Alþingi, þá þarf að stofna þessa mannréttindastofu samkvæmt bara til þess að við getum verið land meðal landa, en inn í þessu frumvarpi líka raunverulega bara njósnaheimild fyrir Alþingi til þess að vera með fingurnar ofan í öllu sem þessi hjálparsamtök gera. Og mér finnst þetta ekkit gott. Og á samaskapi hafa þessi hjálparsamtök, þau fá engar upplýsingar frá Alþingi á móti. Þannig að þetta svona alræðis bragur á þessu, svona gestabá hlustunargræja. Mannréttindaskrifstofan, hún náttúrulega, við búum í landi þar sem að til dæmis, þar sem ég starfaði, sem lokaðin á geðdeildum og ég vil brotaði mannréttindi og stór hluti bara mjög þessi jaðarsettustu hópar og því miður það er ekkert eftirlit og það sem með þeim sem að fara með sem að taka líf, sem að taka annað fólk og passa. Það fara með valdið. Fara með valdið. En ekki verið að segja hér að þessi eftirlit þá með fólkinu sem að... Það er í rauninni, ég held að þegar ég las þetta nú síðast þá var það nú ekki það sem ég las út úr því, en ég hef ekki, bara endilega bendur mér á þetta, því að mér... Ég kannski bara orðin svona paranoid, en ég hef þetta óeðilegt, Þetta snýst það, þetta snýst að það sé rannsóknarnefnd Alþingis, því það er mikilvægt að hún sé til, því að ef þú ert, og það er þessu umboðsmaður Alþingis, þú getur ekki, ef maður rannsóknarnefnd á vegum þingsins, eða stofnun sem er vegum þingsins, þá getur ekki verið að segja, nei, ég bara þarf ekki að gefa þér þessu upplýsingar. Og það er það sem að þarf að stoppa, sérstaklega í þessum mannréttindabrotum, að það verið að brjóta mannréttindafólki hérna á Íslandi og hefur verið gert ítrekað í ýmsum málum og ýmsir jaðarhópar eru útsetti fyrir því að valdið brýtur á þeim mannréttindi. Og þá er mannréttindastofan, hún á að geta komist í öll gögn sem að til þess að í rauninni en kannski verður maður tortrygginn þegar að íslensk stjórnvöld ítrykkað koma mjög illa fram við fólk og brjóta á mannréttindum þeirra. Þá hugsa maður þessu fólki treystandi til þess að fá aðgengi að öllum upplýsingum vegna þess að þið getur verið með fólk, við sjáum að það að fara að vísa þessum unga dreng með Duchenne úr landi sem náttúrulega bara hræðilegt og það getur verið að hjálpa samtök þurfa að fela fólk, þurfa að skjóta skjólshús við fólk þegar að stjórnvöld eru farin að haga sér eins og þau eru að haga sér núna. Ég held þetta snýrist það til dæmis að ég reka eitthvað stað þar sem ég að gera eitthvað slíkt og hérna að þá verði ég að gefa upp upplýsingar ef að nú kemur þú og það er ákveðið mál hérna og þá verður og því að ég var hérna lokað inni að þá verði ég að gefa upp þessar upplýsingar. Ég held að það er allavega það þarf að gerast að því að núna eins og þetta núna að þá hefur þetta verið eins og tölum öryggis og réttageðdeild að landlæknir sem að fer með ytra eftirlit þar hann fór þar í heimsókn þegar hún opnaði 2012 eða 13 og ekkert síðan. Síðan kom upp öll málin sem eru þar og hver að fylgjast með fólki. Svo eru skrifuð lög á þingi þar sem settar heimildir sem segja að þú mátt beita fólk nauðung og þvingun og þegar þú beittu nauðung og þvingun hver ætla þá að hvert á ég að leita? Af því fólkið sem er í dag, það leitar en það fær engin svör. Nei, en bara af því að það hefur markvisst verið veikt allt eftirlitskerfi á Íslandi þá hefur maður ekki mikla trú á því. Þessu yfirstýrða eftirlitskerfi. En hvað er það sem að svona niðurstaðan í umræðu eins og þessari? Hún er svo að við erum að segja að breiði massi við öll samfélagið meiri hluta er að reyna að koma í veg fyrir að nokkrir einstaklingar og aðilar misnoti okkur og þetta samfélag okkar taki það og noti, bara setjast við mjaltir að hafa sem mest út úr því og þá finnst mér verkefni vera það að horfa til þess hvar að finna fólk sem svona félagslega þenkjandi og það vissulega margt fólk í VG sem það og margt fólk sem hefur viljað svona efla hinna félagslegu aðkomu samfylkingunni, framsóknarflokknum ég skrifaði þessari grein það sem var með svona eins konar uppgjör við þessa VG-pólitík
þá var ég minnast þess að ég var að deila við Sighvat Björgvinsson mikið hérna árum áður. Hann var þá heilbrigðisráðherra og ég reyfst mikið við Sighvat. Svo fyrir ég að skoða gögn, af því þú ert að tala um þessa jaðarsettuhópa. Ég fyrir að skoða gögn og þar á meðal skýrslu sem var skrifuð Sogn, þegar Sogn var opnað fyrir ósakhæfa afbrotamenn, sem hefðu drepið fólk. Og það kostaði gríðarlega baráttu hans til að koma þeim í þessum einstaklingum í mannsamandi húsnæði þar sem það hafði svona aðganga náttúrun og svo framvegis. Og svo þegar maður fyrir að lesa þetta til enda, þá kemur í ljós að þessari stofnun var lokuð það var lokað á slíka einstaklinga á þessari stofnun. Og ég fyrir að velta því fyrir mig, hvar er þetta fólk núna? Ég held að það sé geymt einhverstað bara í lokuðu húsnæði inn á 3., 4. hæð í stofnun og enginn segir eitt eða neitt. En akkur er ég að nefna þetta? Ég er að nefna þetta til að minna okkur á að jafnvel þó að við höfum verið að deila á þessum félagslega væng stjórnmálana, að þá er að finna þessa raddir og þessa viðleitni mjög ríka annars vegar þarna og svo er hinn einbeitti brota vilji viðskiptaráðsins og þeirra sem að ganga erinda fyrir þá sem er til þess að brjóta niður áfengistefnuna í landinu og svo framvegis. Þetta eru 2 meginstraumar. Það er bara tilfellið og þess vegna finnst mér að því að mér finnst komið í slíkt óefni hér á landi og reyndar bara í Evrópu og allstaðar í pólitíkinni að þurfi að setjast niður og skoða þetta og með gagnrýni en kannski svona smá sanngirni í bland. Já, en er ekki þetta á Kleppsvík? Jú, hún var færð að Sogni þangað og kannski það sem það er alltaf mjög, mjög slæmt að það var gert af því að hún er þar á annarri hæð og og það þegar þú ert geymdur á annarri hæð svo árum skipti einhvers staðar, þetta er ekki góður staður. Það er bara hendar illa og það hefur alltaf verið. Sogn var því liti betri eins og þú segir það var náttúra. Gallinn við það var hins vegar að það var svolítið erfitt að manna það kannski með þeir fólki sem að fólk vildi að væri. Ég er svo sem ekki endilega talsmaður þess að geðheilbrigðis þeir sem að starfsmenn sem starfa þar inni séu endilega rétt menntaðir eða í góðu, það er annað mál. Þannig að, en það er alveg rétt, þetta var fært þarna inn. Ég var bara að reyna að finna einhvern hvítan blett á grötum. Sko. Já, ég meina, það er alveg... Og þetta tókst það. Já, þeir er alveg... Sigvartur tala mikið um þetta og ég voru oft og ég er alveg... Hann þekktastu fyrir að fundið upp kostnaðarvitund sjúklinga. Jú. Það var nú það sem við vorum að rífast á sín tíma. Þessi kerfisbreyting. En varðandi mannúðarbarátuna, það var frétt í gær að Hæstiréttur Bandaríkjanna væri að segja það að væri heimilt að handtaka heimilislaust fátækt fólk og setja í fangelsi. Núna eru Frakkar að kjósa og verður stórkostlegur kosningasigur flokks sem að vill aðgreina borgarleg réttindi. Þannig að þessu alvöru Frakkar og svo Frakkar sem að verða líklega bara með gula stjörnu eitthvað svona mertir, þannig að þeir mega ekki gegna opinberum embættum og annað slíkt. Við erum að lifa tíma þar sem að er það sem að hafa búið að ná og sigra raunverulega allan ávinning verkalýðshreyfingarinnar og sósíalismans á síðustu öld að byggja upp efnaðslega velferð velferðarkerfi. Og ég held að þessi bara meti það að þessi komið langlegin með það. Ég menn, það er meira og minna farið til fjandans í Bandaríkjunum. Það er verið að grafa það allt innan í Bretlandi. Þess vegna til dæmis fellur fylgi Íhaldsflokksins og það er ekki það að verkamannaflokkurinn er ekki að vaxa. Ég menna, Keir Starmer er að fá líka fylgi og Corbyn fékk 2017, þannig að það er fyrst og fremst bara hægri þeirra splundrast þar að því það getur ekki skilað því og það sem er að vaxa í Bretlandi er hægri sem að segist alltaf geta að gera þetta aðeins betur, meðal annars með því að ekki bara ráðast á efnaðslegan ávinning baráttu almennings á síðustu öld, heldur mannréttindabaráttuna. Það skilgreina að flóttafólk séu raunverulega ekki fólk, séu ógn við samfélagið og svo labbaðir bara niður eins og verið að gera í Bandaríkjunum. Fátækt fólk má aftur vera handtekið og sendin á hæli. Það var gert svona 1930 í kreppunni. Þá vorum við með hæli upp allar sveitir og út allan heim þar sem að fólk var bara handtekið fyrir að vera drykkfellt, fátækt,
Ég hef stundum talað að ég held að ég sé með 5 ástæður fyrir að hafa endað í útrýmingabúðum nasista. Þú veist, ég alkoholisti, ég flogaveikur, ég sósíalisti og svo get ég haldið áfram. Þú veist, bróðum minn, ég ætla ekki alltaf að koma með það. Já, en þannig, þú veist, og við erum að lifa svona tíma. Það sem er bara sigrarnir í baráttu síðustu aldar er að leysast upp fyrir, ég meina, við vorum að tala hérna Assange, málfrelsið, og á sama tíma þetta að þá þurfum við að hlusta á stjórnundin okkar, vera að tala hinn vestrænu gildi. Ég veit Það sem er verið að fórna heilu kynslónum í Úkraínu og fórna fólki út allan heim fyrir gildin okkar. Og hver er þessu gildi okkar? Er það þessi vaxandi andmannúð að taka á okkur málfrelsið, að við eigum að eiga samskipti á okkur heimavelli Zuckerberg, en ekki það sem að, þú veist, er okkur eðlilegt og það sem að við höfum öll jafna rétt. Stýra skatt fyrir Evrópubúa bara til þess að fjármagna styrjaldir. Já, og okkar. Og svo sjáum við eru plönum að það taka allar auðlindir okkar og færa þeir í einkaeigu, firðina, vindinn, vatnið, orkuna. Og svo náttúrulega bara hinn stórkostlega hætta sem að stafa núna af styrjaldarhætta sem að stöðir á okkur. Þeir eru að opna núna stjórnstöð í Vísbaden, NATO stjórnstöð fyrir Úkraínustríðin og byrjunar starfsmannafjöldi 700 manns. Og þeir eru að fara með Macron er að berjast fyrir því að fá NATO-hermenn núna til þjálfunarstarfa í Úkraínu. Þeir eru búin að senda, Kanadinn voru að senda og Bretar voru að senda vopn sem að flaugar sem draga 250 kilometra inn í Rússland og þeir eru byrjað að nota þetta. Ég meina, þetta er svo stórkostlega hættulegt. Þetta eru stríðsæsingar tímar, það er þannig Þetta er raunverulega hætta. Maður þarf nú ekki annað en að vera bara í sakkfræði svolítið, fara í sakkfræðina. Við erum því miður þessi apategund, hún hefur bara... En við getum gert vel. Já, við getum gert vel en því miður og þá erum við erum svo mörg og misjöfn og það er einhvern veginn að við höfum okkar ólán með þetta, við höfum alltaf á endanum fengið yfir okkur fólk. Við höfum alltaf beitt okkur undir stjórnin sterka og ríka og við verðum að hætta því. Það er eiginlega upp á líf og dauða. Það er það, en það hefur auðvitað verið, það var það líka á milli stríðana fyrri og þetta fyrsta stríðsins sem þið kalla, sem er ekki fyrsta stríð, það búið að vera mörg stór stríð. En frá 1918 til 39 þá var það líka. En íslensk stjórnvöld, þegar við talaðum með þingið, hvað er veikt? Núna munum frakkar kannski segja að þið setja sér lög, sem kannski ekkert víst, að það verði tvískipt. Annarkoð ertu ekta frakki og getur rakið ættiðinnar í Íslendingabók langt aftur, annars ertu bara second class. En þú máttu örugglega spila í fótboltalandsliði. Að þá munum rökin verða með að við íslensk stjórnvöld virka. Að við verðum að breyta lögunum á sama hátt því annars opnum við gátt fyrir alla flóttamenn sem eru á Frakklandi þeir flytji hingað og Guð almáttur, við getum ekki tekið á móti þeim. Þess vegna verðum við að aðgreina Íslendinga í ekta Íslendinga og óekta Íslendinga sem að við erum að mörguleiti búin að gera. Þannig að hér eru 50-60.000 manns sem að borga skatta inn í Íslands samfélag og hafa ekki kosningarétt. Þannig að við erum á þessari leið og þetta eru tímandi sem við lifum. Þannig að það er komið tími og við rísum upp og gerum eitthvað því annars og þetta gerir svo hratt, mér finnst þetta að lifa svona tíma sem er bara stigmögnun í hruni mannúðar bara í okkar heimsluta. Þú segir apategund, það var nú einn vinur minn sem sagði heyrðu passa að láta ekki blekkjast af fötunum. Þetta er líka möguleikarnir að gerast annað en abi. Og gerast manneskja Já, ég held það að vera manneskja er baráttumálin núna. Þú veist, að vera maður og vilja vera bara í samskiptum við annað fólk og bara eiga góð og innihaldsrík samskipti. Að leiðast. Já, að leiðast. Að leiðast og horfast í augu, talar saman, hittast. Og láta sér leiðast líka. Og láta sér leiðast og allt það Ég var nú á Baðströndum í nokkra daginn og hitti 3 þýska stráka Tyrki. Önnur generasjón Tyrkja og þeir voru að spyrja mig hvernig er á Íslandi og ég sagði mér það er allavega á Íslandi, getum við búið þar? Nú erum við aldir upp í Þýskalandi, nú erum við ekki lengur velkonir í Þýskalandi. Við höfum aldrei búið í Tyrklandi, við höfum ekki þangað að sækja. Hvernig heldur okkur er þið tekið á Íslandi? Ég hitti 2 ítalskar konur, dálítið eldri en ég og önnur þeirra hafði átt ömmu
andspyrnurhefingunni gegn fasismannum og Ítalíu og hún sagði ég trúi því ekki að ég komin á ellilaun sé að hugsa það að fara að hvetja barnabörnin mín til að stofna andspyrnurhefingu gegn fasisma. Vegna þess að það er auðvitað staðan á Ítalíu. Og þetta Evrópusamband er bara samband, eitthvað samband úrkynjara stjórnmálamanna sem eru í engum tengslum við almenning og þjóna bara þeim ríkustu sem stjórna heiminum sko. Og kannski verðum við að gera bara eins og Smári að láta bara eins og þetta sé ekki lengur til þetta Evrópusamband og stofna bara nýtt Evrópusamband og byrja bara að hafa okkur eins og við ráðum. Kannski eigum við í alvörunni að mæta bara alltaf í vinnuna niður í Alþingi, bara fylla þingpallan og vera bara í vinnunni. Ég meina, hvað eigum við að gera? Við erum með stjórnmálaflokk á Íslandi og ennþá leifar af þessu fjórflokkskerfi sem alltaf hefur verið, við skiptum á milli okkur, hvað get ég grætt á Íslandi, flokkurinn, og allir flokkar hafa gert þetta, hvað getur við grætt á Íslandi og það er mjög langt í það að það séu stjórnmálaflokkar til á Íslandi sem segja, hvað getur við gert fyrir Ísland? Það væri rosalega gaman að fá svoleiðis stjórnmál. Hvað getur við gert fyrir Ísland? En við erum langt komið þáttinn og ég er raunverulega svona búið, það er eitt eftir. Já, nei, ég vil vera hér í aftur. Já, ég veit að ég er að koma gott málefni núna. En hvaða sjálfstæðisflokkurinn þegar að mæla með 14,7%. Það er verið að falla á honum. Hvaða fólk þetta er eiginlega sem að styður hennar flokk? Það er bara jafnaldra okkar ámyndar. Þetta er bara eldra fólk sem styður það. Það er fullt af góðu fólki í sjálfstæðisflokknum. Sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega algjörlega klofinn flokkur. Það er annars vegar prinsipfólk, það eru auðvitað þjónar viðskiptahagsmunum og eru kapitalistar, en það er prinsipfólk engar síður. Og við það fólk er alveg hægt að tala. En svo er bara algjörlega prinsiplaust fólk í flokkinu líka og ég hef einmitt spurt marga sjálfstæðismenn að þessu, það er á ykkar vakt að hreinsa til í ykkar flokki, jafnvel að verði að örðu fyrir vikið, þið verðið að losa ykkur við þess að óværu í flokknum, vegna þess að þetta er ekki hægt að búa við þetta, en það er svo sterk etík í sjálfstæðisflokknum að sundra ekki. Það er eitthvað sem allir vinstri flokkum hafa döldum með hegst á að gera, að þú veist, þetta er eins og trúarbrögð, sjálfstæðisflokkurinn. En þú veist, það eru mjög margir sjálfstæðismenn. Hann er nú reynda mjög sundraður. Já, ég er að segja það, en þeir þyrftu að springa í Þeir fóru alltaf miðflokkinn og svo erum við Viðreisn sem voru vísis. En það eru alveg tvær stríðandi fylkingar inn í sjálfstæðisflokknum núna, finnst manni, sko. Maður skilur ekki hvernig þetta fólk getur búið saman. Það þú nefndir með gamla fólkið og kynstuð ykkar ögmyndar. Þá er í könnuninni, þá er það 60 ára eldri. Þá er ekki nema 6,5% sem segja styðja sjálfstæðisflokkinn. 15,3% miðflokkinn og 29,2% samfylkingun. Þannig að það er eins og sjálfstæðisflokkur sé að missa eiginlega allt, öll tök. Alla áskriftur morgunblaðsins. Þau eiga ekkert upp í, það er aðeins hægt að sjá munin að það er þeir sem eru með mestu tekjurnar, þá er það 90%. En ef þetta væri áhört að sjá þetta væru bara 4 flokkar aftur, ég held að tækifærið liggi. Það gerðist þau fóru bara, því miður er ennþá þessi stemming fyrir þessu skrýtna dóti, hún er ennþá mjög mikil, það eru þarna, hvað er miðflokkurinn með? 14%, tæplega, 13,7 í þessari konu, það er með 13,5 í Gallup. Það er rosa mikið fylgi, þú ert líka svo ertu með sjálfstæðisflokkinn og þetta svo samfylkinguna sem að þú breytir henni, hún getur alveg verið aðlaðandi kostur fyrir sjálfstæðismenn gamla því að það er ekkert sem stuðar þarna. Þeir eru alveg til í að breyta útlendingamálum og þau eru með ákveðna nýja víddi í orkumálum og nýja víddi í og samþykkja sjávarútvegsstefnu og þeir eru bara, við beygjum okkur, hún er bara, og við breytum henni ekki úr því sem komið er. Það er nýjasta útspilið þar. Það er búið að taka öll horn sem að gátu stungist. Og þeir eru með á móti þéttingastefnu eigins flokks í Reykjavík. Það er nú gott. Já. Hvað viltu gera í það? Ég vil ekki þetta að láta braskara stýra Já, það er hann, braskararnir eru þetta ekki, en hvað þeir stjórna uppbyggingunni. Já, hvað er að byggja? Ég er alveg saman. Nópláss. Já, upp á það að við getum líka stýrt í að við séum græn og væn og allt það, Já, það er nú bara misnotaðasti frasi sem til er, þessi græni kapitalismi. Og það sem þeir eru að gera við borgina finnst mér, og eins og núna þeir eru afhentu en einum bensínstöðvarnar og ég man ekki hvað margar íbúðir átt að byggja þar á þeim svæðum.
sem alveg svoleiðis yfirgengilegt ofbeldi og vildu aldrei hlusta neitt á íbúana. En ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé, sko, ég meina Viðreisn og Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega bara sami flokkurinn. Það Evrópu hluti hans, Evrópusambandshlutinn og síðan það hinn hlutin líka. En ég veit ekki, mér finnst stóra verkefni vera að færa alla pólitíkina til. Sko, ég veit ekki það þarf verulega eindregnar gagnrýna raddir inn á Alþingi. Gagnrýna raddir. Og það miklu mikilvægara að fá þessar gagnrýnu raddir inn á Alþingi heldur en að fá þær inn í stjórnarráði, til ég vera. Þannig að þeir hefðu gert meira gagn bara að vera til staðar inn í þinginu. Og ég held til dæmis að hún Sanna hér í Reykjavík, hún ekki í borgarstjórn, hún ekki í meirihlutanum. Hún hefur haft mikil áhrif inn á umræðuna og ég bara veit það, til dæmis í tengslum við þessa umræðun þéttingu þarna bensínstöðuna og braskara valdið sem að þar hefur vært í öndvegi. Ríkalið þróun. Ég er ekki hrifinn af bröskurum og þeir hafa tekið hér og fengið. Það snýst ekki það. Þetta snýst hvernig við byggjum. Þú ert valsarið ekki? Já, þú er búin að byggja mikið. Ég er búin að byggja fjárhæður valsbyggist nú svolítið á... Það er þó allan að skára að þessi fjárhæðurum fari í einhvers konar almannaheill heldur að fari í vasana á bensínstöðu, ekki? Bensínstöðuegundum. En ég bara tala sko skipulag, borgarskipulag og ekki út frá einhverju svona. Mér finnst það í rauninni borginni að eiga sína lóðir og ég bara byggja þar og byggja og ég bara vera með sko í rauninni verulegan sósíalisma í því hverju byggja. Og borgin á að axla þá ábyrgð sem henni ber til dæmis í húsnæðismálum og sveitarstjórnirnar eiga að gera það. Það náttúrulega skýrir þetta dæmi gjaldþrot og stjórnmálana að hvorki ríkinni borg getur átt við húsnæðiskreppuna sem við erum í og höfum verið í mjög lengi og hún versnar svo hratt núna að það á milli mánaða hækkaði leiga í Reykjavík 3,5% á milli mánaða sem að þýðir bara leigjendur búa í sko verðbólgunni sem í Tyrklandi 50% verðbólgu. Ég meina ríki og borg eiga sjálfsögð að byggja húsnæði og vera með óhagnaðardrifin fasteignafélög. Vegna þess að þetta eru bara frábæra fasteignar fyrir ríki og borg til. Eiga félagsbústaði. Fá gamla verkamannabústaði til. Og byggja fyrir félagsbústaði byggja meira. Algjörlega sko. Og hætti ekki að byggja fyrir að það þykir bara sómasamlegt fyrir svona kennar á miðjum aldri að búa í félagsbústaði. Ekki víða 20 milljón króna braskskattur á hverja íbúð sko. 23 milljónir segir Vilhjálmur Bjarnason. 23 segir hann og klókur að rekna. En varðandi þetta sem að skekur Evrópu og tala þarna með Le Pen flokkinn í Frakklandi og AfD í Þýskalandi og víðar að sko og þessi umræða svolítið hérna líka að þar finnst mér alltaf ruglað saman tveimur gerólíkum þáttum annars vegar hælisleitendur og hins vegar fólk sem að sko þensla kapítalismans að flytja hérna í tugþúsunda tali og setja það á þrælakjör og búa því óviðnandi aðstæður og síðan horfa menn á þetta og segja já sjáu þess að hælisleitendur ekki neitt vandamál þeir eru sára lítill hluti af þessu öllu. Nei, við höfum farið við það hér og tók prósentan að þessu, þetta svo lítið, þú nefndi prósentuna sko. Svo líka að núna komast stjórnmálamenn upp með að tala stjórnleysi á landamærunum, þó svo þessi 56% færri sem að sækjum hæli hér í ár heldur en í fyrra. En samt færi þetta bara ganga. Það er það sem ég eiginlega mest hissa yfir núna. Já, það bara verið að koma í veg fyrir að þetta fólk sem kemur, allt þetta fólk sem kemur inn til starfa, það njóti félagslegra réttinda. Það bara verið að nýta sér vinnuaflið án þess að þurfa að leggja neitt af mörkum til þeirra í staðinn. Ég meina, þú veist, og svo bara, skömmin, sko, húsnæðis, hvernig fólk hefur verið, þegar, þú veist, náttúrulega bara allt frá því að þú bara þar bóka stígnum, hvernig þú brunnur nú inni þar og svo bara upp í alla þessa hjalla sem eru hérna og fólk að... Það mætti rannsaka þetta, því að segjum til þess ferðaþjónustuna. Hversu stór hluti af ferðaþjónustunni sko það sem verið að græða á túristum og hversu stór hluti verið að græða á innfluttu vinnuafli, það sem verið að borga skítalaun og síðan að leigja því húsnæði og ná peningunum af þeim þar. Kannski bara stór hluti af ferðaþjónustun okkar, ég alls ekki öll, en bara stór hluti af ferðaþjónustun okkar í raunverulega uppbyggð atvinnustarfsemi til þess að græða á tildulega bjargalausu fólki sem hefur ekkert.
Ég ætla nú ekki að fullir á það, en hins vegar þá held ég að það sé margir sem að er að græða nákvæmlega á þessu að setja því Við erum að losna við þetta, við getum fyrir að kallað inn einhverja Dickens tíma, sko, eins og í Dickens þar sem allir reyna að græða hvort á öðrum, ef ég á einhver helvítis herbergi. Þetta er stemningin, þér á að vera alveg sama náungan, það er verið að reyna að heila þú okkur í þá átt. Nei, og það er náttúrulega bara húsnæðis, þú veist, við erum að tala hérna þegar við erum að tala vexti hér og annað, þá er bara eða kaupmátt á Íslandi. Það er auðvitað ekki hægt að laun eru sögð mjög há, en ég meina hverslas rugl er það, þú berð á saman síðan við húsnæði sem þetta setja í húsnæði á laununum þínum, hérna á Íslandi með af annar staðar, og þá erum við að tala bara svona þetta fólk sem að lifir á bara svona millitekjum. Svo er þetta ekki rétt eins og það er alltaf verið fullur að hérna séu laun há. Og ég tók bara svona eitt dæmi sem er svona skynsamlegt, sem er að bera saman lágmarkslaun á Íslandi og lágmarkslaun í Sviss. Sem eru bara svipurlönd að þessu leiti að það eru gríðalegur fjöldi innflytjenda í Sviss og þeir þurfa að bregðast við til dæmis þessu að hérna séu ykkur öflinn í okkar samfélagi sem er að níðast á þessu fólki. Þannig að þeir sitja sko lágmarkslaun. Lágmarkslaunin þar eru sko, ég heldur sko 60% hærri heldur á Íslandi, en það er aðeins dýrar að lifa þar og ég labbaði með þetta gennum skattkerfi og svona. Samt eru sko 25% hærri ráðstöfunartekjur sem að sá sem er á lægstu laununum í Sviss fær heldur en á Íslandi. Sviss er ekki sko sósíalísland, það er bara rekið af ykkur svona bændum sko, eða þú veist byggir svolítið á svona nær hérna ákvörðunum í samfélaginu og þau bara vilja ekki hafa þetta ógeð í sínu samfélagi og setja þá bara hérna lægstulaunni þannig að það sé hægt að lifa af þeim. Þú mátt ekki ráða einhvern í vinnu ef maður getur ekki lifað af laununum sínum. Ef þú vilt gera það, farðu bara eitthvað annað. Getur ekki gert það inn í okkar samfélagi og það vantar bara eitthvað svona bara eitthvað, ég veit ekki hvað það vantar. Það er verið að reyna að gera það eðlilegt að hafa gott af öðru fólki og það er náttúrulega bara villan, þingið verð það alltaf. Það verður að reyna að setja eitthvað örlitla sko réttarbót fyrir leigjendur sem var eiginlega ekki réttarbót því að þetta átti að vera svona hugmyndum að við skilduðum hérna leigusalan til þess að skrá leigusamningin og þá gætu við svona smátt náðu ykkur tökum á þessu markaði. Þetta var fellt út af því að Sjálfstæðisflokkur vildi ekki. Og þá voru afgreitt einhver lög sem eru kynnt hérna í auglýsingu frá Framsóknarflokknum, einhver réttabót fyrir leigjendur sem eru bara verra fyrir leigjendur, en eru réttabæta fyrir leigusalan. Já, sko, það er fólk sem sækir hér hæli, því leið það komið hæli, þá þarf samfélagi að taka ábyrgð á því, útjöðum húsnæði, menntun, heilbrigðisþjónustu og svo framvegis. Þannig að miklu ódýrar að fá bara eitthvað fólk hérna inn, borga þeim skítalaun og henda þeim út eftir stuttan tíma og þurfa ekki að byrja neina ábyrgð á þeim. Og þetta er hræðilegt. Ég held að það gerist reyndar við höfum að fylgjast með því með hérna, fólki sem kom inn hérna frá Venezuela. Það fekk 4 ára hérna, hæli eða forgangs dvalarleyfi. Ég held að það sé bráðum að fara að renna út og ég geti trúið þessari ríkisstjórn til þess að ætla að henda þessu fólki öll út á landi. Það er bara þannig, það er byrjað. Já, en þeir sem voru Já. Og það er sama á fólki frá Úkraínu. Sko, þeir eru byrjað, sko, þau verðum að segja að það hlýtur að halda áfram. Það eru bara stjórnmálaöfl hérna inni sem að líta á að þóttu sér búin að vera hérna í 4 ár, að þá hérna hafi stjórnvöld hér rétt á að henda þeir út, taka úr vinnunni, út úr húsnæðinu, börnin út úr skólanum og bara út. Sko þeir náttúrulega opnuðu landið á pólitískum forsendum frá Venezuela og Úkraínu. Og það fólk bjó við allt önnur skilyrði en aðrir. Það var vegna þess að Kanadi vildi gera þetta og ég las þetta mjög. Þetta var bara copy-paste frá Bandaríkjunum. Copy-paste. Algjörlega hugsunarlaust, úrskurður úrskurðarnefndar útlendingamála. Það var bara upp úr Pentagon skýrslum, það var bara svoleiðis og Úkraína sama skapi. Síðan er verið að taka fólk sem er að koma frá sko raunverulegri hérna neyð og henda því út og núna hérna þessi drengur sem að fundurinn var haldinn til stuðnings á Austurvelli í gær. Santa Mimi. Mjög flottur, fallegur fundur, stór fundur, mjög öflugur og fallegur fundur. Það er lítill drengur, hann er 11 ára, þetta er skóladrengur sem að fær hérna læknisþjónustu, hann er með hrörnunarsjúkdóm og ég segi það ef að sko, ég trúi nú ekki að hann verði settur úr landi, en akkur að halda þessari þjáningu í óvissinu áfram, hvers vegna er ekki sagt bara hér og nú, auðvitað fer hann ekki. Svona gera menn ekki. Ef þeir henda nú landi, Ögmundur, þá verður auðveldara fyrir þá að senda næsta barn úr landi.
Það er það sem gerist, þess að ná ekki að senda þetta nú líka, ég held að þetta endi þannig að þú verður eitthvað, það er einhver sem verður svona góður, einhver ráðamaður sem verður góður og hérna veitir honum. Já, þetta er náttúrulega bara ógeðslegt hvernig þið verður að slá sér til riddara ráðamenn á einstaka manneskjum sem eru í vanda. Það er ræðilegt. Þá vil ég bara einhver góður stígi fram. Já. Það mun einhver góður stíga fram. En hins vegar þá þetta er alveg lýsandi hvernig þetta er þetta og það líka eins og þið verður að tala hvað er búið að afvegaleiða fólk og segja því og það er verið að etja því og segja að það er hérna vonda fólki hérna í eins og í Reykjanesbæ alltaf verið að tala það sé svo hræðilegt fólk það sem er að nauðga börnum og nauðga konum og það kemur bara þetta bara hljómar eins og í þriðja ríkinu sko, það voru þetta alltaf gyðingarnir, þeir voru úrkynjaðir og þeir voru alltaf að nauðga og þeir voru alltaf að stela og þeir voru ekki í samfélaginu, þeir voru alltaf að eyðileggja menninguna. Þetta er náttúrulega bara algjörlega heimatilbúið vandamál í Reykjanesbæ vegna þess að það er tekið fyrstulega ríki gerir hérna samning sem að allt og litli peningar og miklu meira fólk heldur en til var stóð til fólki sem er að koma, það fær enga upplýsingu eða menntun það í hvers konar samfélagi það er að fara að búa. Samfélagi fær enga menntun við hvers konar fólk er að bætast við og þegar samfélagsgerðin breytist svona hratt þá verður auðvitað til núningur en það er ekkert gert til þess að hjálpa fólki. Við erum ekki að ráða sálfræðinga og geðlækna utan og heimi til þess að aðstoða við þessa aðlögun. Við erum ekki með fagfólk á landinu sem kann að taka á móti fólk úr heimshlutum Málið er að Reykjanesbær að þú veist þetta svæði og það er partur af þessari hugmynd að við séum alltaf að einhverju samkeppni hér og erum alltaf að búa til eitthvað að það er svo langt síðan að Reykjanesbær byrjaði að vera staður þar sem jaðarsettasta fólkið það fluttið þangað þegar að herinn fór og þetta stóra þegar var gefnar þessa eignir það eru gefnar eins og allt er þetta kategó dót þarna það sem þú býr til bara íbúðir fyrir hvaða fólk þú veist hverjir er að flytja þangað hverjir fluttu þangað og það er sem nú skoðan skólan sem er hérna upp á Ásbrú og sem heitir Njarðvík er sama sveitafélag og það er Njarðvíkurskóli útibú frá Njarðvíkurskóla að þú veist munurinn á þessum tveimur skólabyggingum bara til dæmis þú ferð þarna inn og horfir á börnin sem eru þar það er búið að búa til nýtt svona gettó og það er nákvæmlega eins og í Breiðholti það er fátækt fólk öryrkjar og síðan erlend fólk, útlendingar sem eru að koma hérna sem bæði hælisleitundur og fólk sem er líka hér að vinna einhver staðar, að þræla einhver staðar og býr þarna, að því þarna getur fengið húsnæði sem er aðeins ódýrara heldur til dæmis hér. Og er það skemmtilegt að samfélagi ég sem að flytja upp í Breiðholt? Já, það er bara æðislegt. Ég hef alltaf búið í 101 og það er orðið bara... Breiðholt skemmtilegt. Það er búið í Lundabúð. En hins vegar að það er ekkit gaman þegar er bara jaðarinn settur saman og hann þarf að þjást þarna og enginn í rauninni. Þeir að fara að byggja 6.000 íbúður upp í Ásbrú. Þú veist, þetta er fyrir akkur á þetta bara einhver, skiljiði. Hvernig var það? Hvernig gat það gerst bara? Það var réttið til braskaranna og okrarana ganga fyrir öllu. Já, það var svona fengu kategó. Þetta er bara þessar endalösu einkavæðingar sem hafa gengið hér í gegn sem að fólk var fært einhverjar eignir eins og þetta og þetta er ótrúlegt að við skulum bara leyfa þessu. Við getum látað okkur hlaka til hausins, þá verður farið að leyfa fangelsun flóttafólks. Það verður strax byrjað. Það verður nýjasta frumvarp Guðrún Hafsteinsdóttir ætlaði að fara að taka bara fyrstu skóflustunguna. Flóttamannafanga. Guðmundur Ingi var Guðbrandsson var í viðtali í vikunni, hann sagði að það myndi aldrei gerast á vakt. Nei. Já, vaktin er nú... Það er að fara að breyta karakter eitthvað. Að berjast. Já, hann vona að hlusta enginn. Það vonar Bjarni sig ekki að hlusta. Hérna verður nú enda þetta, við erum svo langt fram í tíman okkar. Við ætlum að ræða stjörnumerki, við nefnilega augmyndum bæði krabbamerkinu. Við ætlum að fá að vita í hvað stjörnumerkist þú. Bómaður. Við erum steingetur breiður. Ég er endar hundur, ég tek meira mark á því, ég er hundur. Í kínversku? Já, og ég Pabbi minn var svo djúpt inn í þeirri spekja, ég fór aðeins inn í hana með honum. Ég held að væri mjög sniðugt að fara að blanda svona dulvitund aðeins inn í pólitíkina líka, sko. Við þurfum að fara að tala svona stjörnurnar og himinkvolfi líka. Við ráðum ekki til við þetta. Og sálina. Við þurfum að fara að tala um sálina, sko. Og hafa kannski meiri svona jöfnuð við borðið að við sem gefum 2 krabba.
Já, til dæmis, og það sko. steingetur alltaf, Já. það alveg... Og það mætti nú ósækja alveg vera annar kvenmannsbelgur hérna við borðið stundum. Nei, hvað þú ert margra hvenna magi. Já, segjum það í bili. Það er nú yfirleitt þannig að það eru 2 konur og 1 kall sem eru gestir okkar, en svo stundu gerum við þetta. Við gerum þetta líka síðast, þá var það Sólveig Anna. Þannig að... Já, það er eins og þess að tungavíktakonur. Grímur Atlason, Ögmundur Jónasson og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Takk fyrir komuna. Ólína Þorsteinsdóttir. Ólína. Hvað sagði ég? Hún heitir Ólína þetta. Hún var að skipta. Já, var hún að skipta, já. Mjög mikilvægt að fólk skipta nafn oft. Já. En Smári. Við setjum aðeins eftir. Ok. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala á borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.